Næsti gestur minn Anton Egilsson, forstöðumaður skýja og öryggislausna hjá Origo. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Já, þetta verða vefverslunarjól væntanlega og fólk sífellt að kaupa meira á netinu og á vefnum og nota símana og tölvurnar og allt þetta. En á sama tíma heyrum við það að það var gerð mikil tölvuárás, einhver mesta netárás sem hefur sögð að það verið gerð hér á Íslandi. Það var í síðustu viku á Arion banka og fjármálakerfið. Þetta svona vaxandi? Þetta alvarlegt mál. Eru svona árásir að vaxa? Já, við sjáum bara gríðarlega aukningu milli ára. Já. Og kannski svona sérstaklega sem afir þessu ári svona eftir að COVID skellur á og öll þessi þjónusta færist yfir á netið, þá sjáum við bara gríðarlega aukningu í árásum á fyrirtæki og þú segir mér, segir það í Morgunblaðinu að þetta séu að verða miklu þróaðra og menn séu farnir þjófarnir séu farnir að þróa mjög svona mikla tækni í þessu. Já, það sem er svona bakvið þetta oftast er að það er farið fram á peninga. Þetta eru rauninni lausnargjaldsárásir. Lausnargjaldsárásir. Já, það sem að þú færð bréf eða fyrirfram jafnvel og þér hótað árásinni og nema þú greiðir lausnargjald. En þetta eru árásir á fyrirtæki fyrst og fremst, það ekki? Já, mikið til bara fyrirtæki. Við sjáum það í öllum geirum og jafnvel bara stofnanir og opinbera þjónustu líka. Það sem að öll þessi þjónusta er komin á netið eins og staðan í dag. Og þetta er sko þannig að er það ekki rétt skil hjá mér að var ekki bara gerð viðvörun daginn einhver eða þessi netöryggissveit eða hvað hún heitir? Jó, netöryggissveit Íslands lýsti í fyrsta skipti yfir óvissu ástandi vegna hótana gagnvart Íslandi núna fyrir nokkrum vikum síðan. Já. Þannig að það sýnir svona svolítið hvað alvarleikann í þessu. Já, verulega. Og að Ísland það er engin landamæri kannski sem halda þarna þó svo að við treystum mörguleita á netöryggissveitina sem einhvers konar landhelgisgæslu okkar netinnviða. Landhelgisgæslu. Það er. En förum aðeins yfir í þetta þá, þetta þá þannig að reyna menn að gera þá svo mikla árás á netið eða viðkomandi stofnun eða fyrirtæki að það bara leggist á hliðina þannig að það sé erfitt að eiga viðskipti við viðkomandi. Hvernig þetta? Já, það sem hefur verið svona aukast mest í þessu eins og segir, svo kallu álagsárásir, það sem bara sendu gríðarlegu fjöldi fyrirspurna á einhvers konar vefsvæði, það getur verið netbanki, það getur verið vefverslun eða matvöruverslun, hvað sem væri, eða sjúkrahússtæðsuna, sko. Já. Og fyrir vikið komast bara almennir neytendur ekkert að. Þannig stöðvaðir bara viðskipti og geta valdið bara gríðarlegu sjálfsögðu bara annars vegar fjárhagstjóni eða stöðvun á viðskipti. En núna, hvað eiga fyrirtæki að gera? Þau náttúrulega verða að koma sér upp á háum vegg, svokölluðum eldvegg. Já. Er það ekki? Jú, eldveggir eru eitt, en þetta er svona svolítið leikur, sko. Við þjófana? Endalaus leikur, sko. Við byggjum veggi og svo komum maður með stærri stiga og við hækkum vegginn og það kemur nýr stigi. Þetta er sífellt þróun í tækni og aðferðum. Þannig að við þurfum að vera endalaus bara á tánum við að þurfa einstaklingar að hafa einhverjar sérstakar svona áhyggjur að þínum mati? Einstaklingar eru sjaldnar kannski fórnarlömb svona árása, en einstaklingar sem geta hins vegar veikir hlekkir og oftar en ekki veikir hlekkir innan fyrirtækina ef að þú smellir á röngu viðhengi eða eitthvað slíkt, sko. Það er svoleiðis. Já, þetta er ágætis svona orð hjá þér þarna. Þátturinn, þetta er nú hvað með okkur, en þetta er ágætis orð. Sko ef að þú stækkar vegginn, eldvegginn og öryggisvegginn, þá koma þjófarnir og koma stærri stiga. Já. Og svo haldið þið áfram og þetta endar svoleiðis. Anton Egilsson, gaman að spjalla við þetta athyglisverða mál og það mun reyna talsvert á þetta núna á næstunni og afar sérstök árás þarna í síðustu viku. En kærar þakkir fyrir komuna. Takk. Takk fyrir mig.